Góðan daginn, ég heiti Nóel og með mér er raddtúlkur í dag en það er hún Birta. Í sumar unnum við saman að verkefni með henni Netilínu en hún er starfsmaður samskiptamiðstöðvar. Verkefnið er styrkt af Rannís og nemendasjóði námsmanna. Við gerðum það sama og við Jóna gerðum í fyrra. En við byggum til 3 táknmálsvasa orðabækur í þemunum fyrstu tákn barna og fyrstu tákn fjölskyldunar og matur. Núna klárum við þemun lýsingarorð, athafnir og fleiri tákn fjölskyldunar. Hvernig þróum við verkefnið, hvað voru markmiðin okkar og hvaða leiðir fórum við? Okkur fannst mikilvægt að þróa og betrumbæta verkefnið og útlitið hafa nákvæmara og skýrara. Ég teiknaði, en textalýsingarnar, útskýringarnar og upplýsingarnar, það var mjög mikilvægt að þær voru líka nákvæmar og skýrar og Birta vann þær. Eins og í fyrra þá var mjög mikilvægt að ræða saman, rannsaka og skoða og pæla fram og aftur þar til við fundum þá myndun tákna sem við ætlum að nota. Eins og þið vitið þá er hægt að tjá sig á táknmáli á marga mismunandi vegu. Og núna í sumar voru ennþá fleiri táknmálshafar sem hjálpuðu okkur og fundu betri leiðir til þess að finna rétta myndun tákna. Og við fengum vídeosend, skoðum sæn viki og tókum myndir. Notum þetta allt til að gera þetta enn nákvæmara og skýrara. Táknmálsvasa orðabækurnar eru 3 og í þeim eru samtals 75 tákn sem börn fá, táknmálsstandi börn fá og foreldrar geta lesið með börnunum og skoðað orðabækurnar. Teiknarlega áherslu á nokkur hluti fyrst og kláraði svo að teikna á fullu. Honum fannst það best eða léttast að gera það svoleiðis. En hvað var það sem hann hafði í huga? Hann var mjög einbeittur að litum, sjónarhorni og búblu sem táknin voru í. Einbeittur á öllu þessu þrennu. Getið séð myndir, en fyrstu myndinni er litirnir frá árinu áður, annar myndinni er þróunarferli litanna og síðustu myndinni er litarnir sem við ákveðum í ár. Við ákveðum að hafa gula virka hönd og gráa óvirka hönd. Litirnir gjörðu svo vel. Hérna ætti að sjá líka útlit teiknipersónunnar í dag. Við bættum við 2 útgáfum. Einn með búblu, þar sem hreyfingin er í, handformi breytist og líka afstaða og fleira. Hin útgáfan er án búblunar og við bara vorum að meta hverju sinni hvor útgáfan hendaði í bókinni. Hérna er stelpa að teikna og strákur að tákna sætur. Textasmiðurinn Birta þurfti að fylgja vel orðavali sem var notað í fyrra. Hún þurfti að rýna vel í hvaða leiðir væri best að nota til að útskýra málfræði táknmála, sem sagt handform, myndunarstað, afstöðu, hreyfingu og líka nokkra munnhreyfingar. Það var erfitt að fylgja þessu orðavali og setja sig í fótspor þeirra sem hafa enga kunnáttu í táknmálum.
Hvernig erfitt að finna leið til að útskýra á íslensku íslenskt táknmál? En textasmiðurinn prófaði þessi áfram þar til hann fann rétta leið og var sáttur með útkomuna. Og mikil samvinna, mikla rökræður og prófa þessi áfram textalýsingunum og tala við þá sem hafa ekki kunnátt í táknmálum og þau prófuðu og æfðu táknin sjálf til að sjá hvort lýsingarnar væru nú skýrari eða ekki. Hvað lærðum við nýtt? Við lærðum að erfitt að útskýra táknmál fyrir þau sem hafa enga kunnátt í táknmálum en við fundum leið. Og við lærðum að útskýra hreyfingu og það var smá flókið ferli. Við lærðum líka mismunandi táknaforða og það var geðveikt. Frábært líka að fá að vinna á táknmálsumhverfi. Það var frábært. Takk fyrir kærlega. Takk fyrir tækifærið að fá að vinna þetta verkefni og við vonum að táknmálsamfélagi á Íslandi sé ánægt og sátt með útkomuna. Takk, bless.